sem sagt bara að búa til svona norrænt heimili í New York. Þannig að þú getur komið bara í heimsókn til einhver sem að býr á Norðurlöndunum og fengið alveg ótrúlega gott kaffi og fengið að upplifa allt þetta fallega sem er til á Norðurlöndunum. Norræna hönnunarverslunin og kaffihúsið Búðin opnaði fyrir rúmum mánuði síðan í New York og er kaffihúsið nú þegar komið á listi yfir bestu kaffihús borgarinnar. Það er akureyringurinn Ruth Hermannsdóttir sem er 3 eiganda búðarinnar en hún segir New York búa fyrsta í skandinavískt kaffi og norræna hönnun. Fólk hefur gaman að þessu og það er rosa mikið nýtt og spennandi hérna þeirra mati. Mikið hönnun sem að hefur ekki verið áður í boði í borginni, né í Bandaríkjunum. Þannig að við vorum líka svolítið að vanda okkur við það að flytja inn hönnun sem að var svona í fyrsta sinn að koma í blandi aðra klassíska hönnun. Kaffið hefur ekki fengið síðri móttökur en hönnunarvörurnar en staðurinn býður upp á sér innflutt norrænt kaffi meðal annars frá Tim Wendelboe. Þegar Ruth spurði því hvers vegna kaffi þeirra höfði svona vel til New York búa, segir hún að norræna kaffi sé spennandi þar sem það er ólíkt því sem Bandaríkjamenn eigi að venjast. Það sé léttara, ljósara og öðruvísi brennt. Þeir sem að þekkja vel til í kaffiheiminum, þeir náttúrulega átta sig á hvaða gæði þetta eru og rosa margir sem eru búnir að vera lengi spenntir fyrir því að fá þetta skandinavíska brennda kaffi og líka kaffi brennt á Norðurlöndunum. Og síðan eru við líka með rosalega gott fagfólk í þessu. Þetta er fólk sem að, þetta er fagfólk innan kaffivagsins að þekki sitt fag. Kaffibarþjónninn okkar hérna, Harald, hann er með tattóvera hérna fyrstu espressomaskínuna á upphandlegin. Þetta er fólk sem er bara, lifir og deyr fyrir kaffi, Þannig að við headhuntum ef ég má sletta kaffibarþjóna sem eru bara, alveg greiðlega framalega í sínu fagi. Og síðan líka eru við með tæki sem eru svona svolítið framúrstefnuleg og ný og það er bara vanda til verka alveg bara 24/7 og tökum kaffi mjög alvarlega. Ruth sem er fædd og uppalin á Akureyri hefur komið nálægt ýmsum dagana. Hún lærði kvikmyndagerð og lögfræði og hefur lengst að verið búsett í Oslo þar sem hún hefur starfað við ýmsar skapandi greinar. Nú er það hins vegar kaffihúsareksturinn sem á hug hennar allan en kaffihúsið er staðsett í hverfinu Greenpoint í Brooklyn. Þetta er gamalt iðnaðarhverfi sem hefur nú verið svolítið svona orðið dálítið vinsælt hjá fólki bara frá Manhattan að fara yfir ána og búa í Brooklyn. Það er bara rólegra, þetta er kannski svolítið svona evrópskt yfirbragð má svo segja, það er náttúrulega ekki skýjakljúfar og svoleiðis hérna. Og það einmitt halda margir líka að það hafi verið eitthvað svona þaul útreiknað að koma sér fyrir hér út af því að þetta er svona búið að vera að sækja í sig svolítið svona vinsældir hjá ungu fólki í svona skapandi bransa. En málið er bara að þau meðeigendur mín, þau búa hérna. Ég er búin að búa hérna í mjög mörg ár og við vildum bara ekkert vera að fara langt. Við vildum bara, við erum að vakna klukkan 5 á morgnana, fara í vinnu og við viljum bara að sé stutt að labba í vinnu. Það er eina ástæðan fyrir að vildum þetta. Eins og áður sagði þá hefur kaffihúsið, þó ungt sé, fengið mikla athygli, ekki síst fyrir einna kaffidrykkjum sínum lakkrís latte. Þó Íslendingar séu vanir að blanda lakkrís við ýmislegt, þykir það nýjung í stórborginni að nota lakkrís út í kaffi. Í lakkrís latte búðarinnar er notað hágæða danskt lakkríssíróp og kostar bollinn af þessum eðaldrykk $10 sem gerir hann að dýrasta kaffidrykk New York borgar. Í raun og veru bara reikna út hvað þetta myndi kosta okkur með innflutningi og öllu þessu og settum þetta verð á því þetta er bara það sem það kostar en við erum náttúrulega bara með algjörlega venjulegan kaffiseðil eins og önnur kaffihús. Þetta er bara svona eins og þú ferð á bara eða veitingahús og það er ein kampavínsflaska sem kostar 384.000 íslenskar. Þú þarft ekki að kaupa hana Þú getur líka bara fengið bjór á 800 kall og krana. Nú, úr því að við erum komin alla þessa leið, þá verðum við náttúrulega að smakka hinn rómaða lakkrís latte, sem ég sagði vera dýrasti bollinn í New York þessa mundir. Og hann er svo sannarlega með lakkrísbræðri, mjúkur lakkrísbræði einhvern veginn, sannarlega peningana verið held ég bara.